Auðun Guðríðarson prófessor við kynjafræði og kennir fagið á haustönum við Háskóla Íslands. Hann býr einsamall með hundinum sínum í Grafavogi og hefur átt sér afar litríka ævi. Sjálfstætt fagfólk. Skarphéðinn Breiðfjörð settist með Auðuni á skrifstofu hans og ræddu þeir saman líf hans og verk. Hvernig byrjaðir þú sem kynjafræðingur? Hvað var kveikjan að þessu? Ég meina, þetta eitthvað sem var bara alltaf í blóðinu hjá mér. Móðir mín, hún Guðríður, bara strax svo ég fæddist þá vissi hún að það væri eitthvað sérstakt. Þessi glamp í augunum á þér. Já. Og fyrsta orðið mitt var kona. Já. Æska þín var nú ekki dansa rósum lengi vel? Nei, nafnið mitt, Auðun Guðríðarson. Hvað var það sem börnin aðalega pikkuð í? Auðun, ert þú stelpa? Og ég bara, nei, ég er strákur. Og þeir bara, af hverju ertu þá með nafnið Auðun Guðríðardóttir? Og sem sagt breyttu nafninu mínu frá svoni í dóttir og byrjaði að uppkalla mig, sem sagt, Auðun Guðríðardóttir, Auðun Guðríðardóttir. Bíddu aðeins. Auðun Guðríðardóttir, Auðun Guðríðardóttir, Auðun Guðríðardóttir. Þetta hefur verið mjög erfið ár fyrir þig og mér finnst þú merkilegt hvað þú hefur samt ræst úr þér svona miðað við. Auðun, maður hlýtur að spyrja sig að maður með slíka menntun sem þú hefur, hvaða tekjumöguleika hefur þú? Sem kynjafræðingur er meiri vinna að hafa en maður myndi kannski hugsa. Ég fæ til dæmis mörg símtöl helgar. Tekur ofta að þér svona útköll? Já, þetta er stór partur af peningi sem ég fæ fyrir að vera kynjafræðingur. Það sem kallmenn og vilja fá mig sem niður í bæ og greina kannski kvenmann sem þeir eru með. Já, er í vafa? Já. Ég skil. Á blessar. Ertu kynjafræðingur? Jú, ég er kynjafræðingur. Takk fyrir að koma þetta vera. Ekki mál. Þetta er bara vinnan. Já, svo þetta hér er viðfangsefni. Þið takið eftir því við erum með myndaðir hérna. Þið látið eins og það sé ekki hérna. Við erum að taka smá heimildaþátt. Stutt próf. Þegar ég labbaði inn í húsi, áttaðir þið strax á því hvers kyns ég væri? Jú, það fór ekki eins og milli mála sko. Ótrúlegt. Ég horfði á hluti, það eru svona nokkru hluti sem gefa það í burtu. Þetta er það sem þú mátt spá í hérna, þetta hér. Pæli í henni, honum, saman tíma sko. Hvað heitir þú? Alfred. Það er skeggið sem hvernig geta haft. Já. Og svo er það barkakýlið. Já, það gefur augalið, já. Hvað finnur þetta? Finnur kemur þarna út aðeins? Já, þetta er barkakýlið þá. Já, ég skil. Svo skoða ég næst hérna brjóst. Já. Og svona set ég leiðið þér hérna og bara potar. Hvað gerir ég? Þú bara potar í og sér hvort það taki eitthvað við sér þarna, hvort það sé eitthvað. Já. Þá svo skoðaði ég seinast hérna niðri. Hvort það verið mig? Já. Hann er með hósti svona, sko. Þetta er kvenlegur hósti? Þetta er mjög kvenlegur hósti, en hins vegar er hann Þetta fyrir kynjafræðing þá... Fyrir yfirsést ekkert? Nei. Þú sagði mér fyrir viðtalið að þú væri á leiðinni til Thailands. Jú, einmitt. Mekka kynjafræðingsins. Já. Með alla þessa ladyboys. Ladyboys eru... Svo ég skilji hugtakið rétt. Þetta eru menn, ungir menn, klæddir eins og konur, ekki sant? Einmitt. Já. Og mér dreymir þá stund þar sem ég get labbað niður götu, séð eitt svona ladyboy. Beint í augun á hann. Beint í augunum. Grípið hreiðarnar á hann og sagt: Þú platar mig ekki. Þú platar mig ekki. Ég sé í gegnum þig. Já, nákvæmlega. Þú þekkir, já. Þetta er frábært. Ég vil þakka þér fyrir spjallið í bili, en nú förum við í örstutt próf með Auðuni og sjáum hvað setur. Hvað gefur þér? Þetta eru 10 dæmi. Hvað gefur þér langan tíma? Í þeirri æfingu sem ég er núna í, þá bara, það þarf ekki meira en hálfa sekundu. Ok, á hvert, ok. Heyrðu, 1, 2 og við byrjum núna. Kall, kona, kall, kona, kall, pass, kall, kona. Þú ert fagmaður. Við erum greinilega með fremsta kynjafræðing landsins.
Við kannski leifum turtildúanum bara að vera einu. Já, það er ekki. Jú, og svo er þetta bara búið. Hvaða kínverska kjörstöðum ertu þú í? Ég er búinn að væra þetta. Kínverska? Það er kínverska, já, ég dregi. Þú kann. Þú er svolítið fljótur. Já, já.